Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Hingað til mín í setti komið magnaða íþróttakonu sem var í 3 landsliðum á sama tíma, takk fyrir, íshokkí, blak og strandblak og Íslandsmeistari í þeim öllum. Birna Baldursdóttir, velkomin. Takk fyrir. Já, ef við byrjum kannski að reyna að kafa, hvar byrjar þessi geðveikjöld sem að enda svo í 3 landsliðum á sama tíma? Já, maður spyr sér sko. Ég hef eiginlega alltaf verið í íþróttum í rauninni síðan ég man eftir mér. Alveg saman hvað ég er þá. Ég er eiginlega svolítið óverk. Þarf alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég byrjaði í 5 leikum mann ég. Það átti ekkert rosalega vel við mig. En fór svo í judo. Var þar í 7 ár hjá Óta sem er í rauninni þjálfari sem á rosalega mikið í mér sem íþróttamanni. Ef við hugsa út í það. Svo fer ég að fikta í fótbolta og ég smóðan í handbolta með strákunum, Hugo og Bjarna. En svo kemur að því að Stebbi Jó kemur með kynningu í grunnskóla, í blaki. Þá er ég nú bara í 9. bekk, ég er nú svolítið öldruð, sko. Og við byrjum hann að vinkonur að mæta æfingar. Og við rauninni gengum bara það vel að við fyrum að vinna bara ákveðna titla svolítið fljótt, þar sem við erum stór hópur að æfa saman. Og út frá því er ekkert aftur snúið, sko. Svo eru stúlkur sem stofna í rauninni Kvennafélag SA, íshokkí. Ég verði náttúrulega að prófa það og fór á æfingu og svo líða þarna nokkur ár ég er í skóla á Laugarvatni og kem svo aftur og fer aftur í íshokkí og þá er farið fyrsta landsliðsferðin 2005 með kvennalandslið og við förum til Nýja-Sjálands. Þannig að maður var dottinn í það líka og þá þurfti nú að fara að púsla aðeins að vera bæði í blaki og íshokkí. Og það gekk bara ótrúlega vel. Þjálfararnir voru mjög sanngjarnir og ég mátti í rauninni ráða miklu sjálf hvað hentaði og valdi æfingar og valdi pínu leiki. Kom alveg nokkru sinnum fyrir að ég spilaði kannski hokkíleik á Akureyri og flaug svo suður, spilaði blakleik. Þannig að það var alveg nóg að gera sem bara eitthvað sem ég fíla. Mér finnst rosalega erfitt ef það er ekkert fyrir stafni. Þetta segir manni kannski einmitt þegar maður er yngri og er að reyna að finna sér íþróttagrein. Ef ég langar að vera góður í einhverju þá þarf ég ekki að byrja 3 ára og vera að æfa sömu greinin alltaf. Það er bara að gera að prófa sem flest og svona fikra sig áfram. Algjörlega og auðvitað var kannski önnur tíð þegar ég var yngri að kostnaðurinn náttúrulega við að æfa var kannski ekki eins og í dag. Það voru náttúrulega kannski ekki eins margar æfingar hverju íþróttagrein. Mótin voru ekki eins mörg, bara alls ekki, en þetta var svo auðvelt. Við fórum bara í skólan og svo komum bara æfingarnir. Ég var á badmintonæfingu og ég fór svo upp í Káa og svo kannski á fótboltaæfingu eða annað tengt. Þetta er alltaf á sama svæðinu, hjólað milli. Þannig að í dag, þetta er svolítið erfitt, að vera að berjast aðstöðuna og berjast tíman og skipulagið og annað. Og kostnaðurinn alltaf eftir því líka. Já. Og þetta er búið til aldrei fjölhæfan grunn sem að þú byggir svo á í dag. Já. Ég hef einhvern veginn alltaf bara vilja vera í formi og ef maður ætlar að segja að vera í formi þá þarftu að gera það. Það er ekki nóg að hugsa það. Þannig ég hef ekki leyft með það að detta úr formi. Þannig ég verð að gera eitthvað. En við ræðum þennan tíma aðeins betur það sem þú ert í öllum þessum landsliðum. Já, blaki og strandblaki það kannski virkar ágætlega saman upp á árstíðinar að gera en þetta er náttúrulega ekki sama greinin, alls ekki. En hokkið það aftur á móti er allt öðruvísi. Já, þú ert náttúrulega fullur skrúðað þar á meðan þú ert í bygginni í strandblakinu. En ég í rauninni að því ég var alltaf á skautum þegar ég var yngri, þannig ég kunni pínlítið að skauta. Ég segi pínlítið því að tækni mín er hræðileg. Þú myndir hlæja með því saman skautar, sko. Það eru margir sem hlæja því, en einhvern veginn er ég tek þetta líka bara, ég er rosa þrjósk og það hlæja margir að því að ég næ alltaf einhvern veginn að skora og koma mér áfram alveg saman hvernig er, bara eiginlega á hörkunni, þrjóskunni. Þú nærð þetta mörgum Íslandsmeistaratitlum í hokkíinu en biðin hún var öllu lengri í blakinu. Já, loksins. Ég var nú búin að hætta hana í 2 ár. Áður við fengum boð
bara bæði ég og Elma við ákveðum svona sammenningu að koma aftur inn þegar kom nýr þjálfari frá Spáni og ég sé ekki eftir því að við vorum með frábært lið, frábæra þjálfara sem að, og þú veist þessi vetur, þetta eitthvað annað sko, það sem ég hef upplegað og það er svo sætt að enda þetta svona, þetta var svo gott einhvern veginn að haka við, tjekk, þetta er komið og fyrir mér að vera með að lista heima með einhverju markmiðum besta, þetta var besta, æðislegt. En þú fylgst svolítið með þessum tveimur greinum, blak og ísokki, vaxa og dafna. Þú ert þannig leikmaður, síðan eins og í hokkíinu ferð að vera aðstoðarþjálfari í landsliðinu, síðan fyrir stjórn skautafélagsins, þannig að þú fylgist með þessu félagi á þinni vegferð sem það er búið að vera á. Já, þetta er náttúrulega frábært félag og búið að springa í rauninni út frá sér upp á ísin að gera. Það eru þarna iðkandi komnir, ég veit ekki hvað eru margir í dag, en það er verið að berjast ísin og aðstofan er eins og hún er, við erum að berjast við Akureyri, ég er að reyna að bæta hana. En ég tók hérna þegar ég hætti að spila, þá bauðst mér að vera aðstoðarlandsliðsþjálfari sem var bara magnað, bara æðislegt og skrítið að vera í því hlutverki með að vera að spila. Og það kom nú alveg inn tímabila sem ég langaði alveg inn á í mótinu en ekki það ég hefði bjargað neinu sko, alls ekki. En þetta var rosalega gaman að fá þetta tækifæri. Og eins að vera formaður og vera með puttan í starfinu þar. Það má alltaf gera betur og það er alltaf verið að vinna því. En svona eftir að ferlinu líkur í þessum greinum, það tekur annað við. Man horfður kannski á fótbolta knattspyrnumenn svona fyrri tíma þeir hættu og þeir fóru að safna bumbu en þú ferð alls ekkert að gera það. Þú ferð út í bara og hendir út í alls konar íþróttir. Já, maður verður að finna eitthvað annað. Og ég hef alltaf verið þannig ég er með áhuga á öllum íþróttum. Og mér er sko gaman að challengea mig, fara í eitthvað nýtt sport. Og ég ákvað bara núna að ég þyrfti að finna eitthvað og ég ætlaði að vera all-in í strandblank í sumar og fara til Krítar á námskeið aftur í maí og COVID kom í veg fyrir það og svo er svolítið erfitt að finna sér alltaf einhverja 3 einstaklinga til að spila með hérna á Akureyri. Það er rosaleg sprenging í Reykjavík og nóg að fólki til að spila með sem er æðislegt en það er aðeins erfiðara hérna einhvern veginn þannig að ég fór bara að hugsa og ég var 40 á árinu og ákvað að gefa mér fjallahjól, fulldempað fjallahjól og ég er inn í ákveðnum vinahóp þar sem það eru æðislega að draga mig í það og ég er bara kolfallin og eins í golfinu aðeins að reyna fyrir mér þar algjör byrjandi en einhverstað verður maður að byrja. Ég held að þessi margir samt sem tengi við þetta að reyna að finna sér íþrótt svona þeir eru orðnir fullorðnir og það er alltaf öðruvísi heldur þegar maður er barn, maður getur einhvern veginn skráð sig í hvað íþrótt sem er en þegar maður er fullorðin, mögulega erfiðar að finna sig. Já, en veistu það er bara fjölbreytni fyrir mér er rosalega gott orð og bara ef þið langar að prófa, af hverju ekki? Prófa það bara, ef þið fílar það, þá heldur áfram. En þú finnir í rauninni ekkert nema að prófa. Ég mæli með að ef einhver vill eða hefur hugsað lengi að prófa eins og til dæmis fjallahjól. Það er hópur á þriðjutum sem heitir Kvenduró, konur að mæta, öllum aldri, alls konar hjólum, frábæra stelpur og stjórn þessu. Ég hefði aldrei einhvern veginn farið að byrja að hjóla í rauninni nema með þeim. Og það er hérna góði vinkunahópur sem dreifir mann líka áfram. Er ekkert erfitt þegar maður er búin að prófa að vera landsliðskona og Íslandsmeistari, spila á hæsta stigi sín íþrótt og prófa eitthvað nýtt og vera svo allt í einu þá bara lélegur? Það er alveg, þú veist, pínu erfitt, en það sem er gott og það sem ég finn, það er að ef þú finnur fyrir framförum eða sérð framfarir, þá er þetta í lagi. En þú veist, ég líka einhvern veginn er bara, það tekur allt tíma. En það er svo margt í þessu líka, þú veist, það er félagskapur, það er útivera, svo náttúrulega bara gefandi að klára erfið æfingu. Já, það er nefnilega þessi tilfinning sem að þú hefur líka upplifað, pottet. Klárt. Að það er að taka góða æfingu og svona tilfinningin eftir góða æfingu er svo góð og það er eiginlega, það er bústið. Og þetta er pínu svona sálfræði meðferð og þú færð endorfín, þetta veljunarhormón sem við erum öll að sækjast í og það er einhvern veginn gefur mér og hefur alltaf gefið mér mikið og maður finnur það ef maður fer að slaka á
sleppa æfingum með annað, þá fer maður að slaka á í mataræðinu og þá kannski fer maður að vaka fram eftir og þá fer svefnin í rugl. Það helst allt í hendur, myndi ég segja. Myndirðu segja að þú hefði verið svolítið rútinurinn í þessu öllu saman, því nú ertu farin að tala um mat og svefn og annað og við vorum að tala um þarna um 3 landslið og allan þann pakka. Já, ertu mjög skipuleg típa? Já, ég er það, mjög. Og ég á dagbók sem ég skrái allt í. Ég myndi deyja ef ég myndi tíninni. Líka bara upp á kunnanum mín í þjálfun og annað. En þú veist, fyrir mér, það þarf alltaf að vera svona sjónrænt. Öll markmið, eitthvað sem ég ætla að ná að gera, vinna að, kaupa, laga. Ég bara einhvern veginn kom mér upp þessari rútínu til þess að komast í gegnum vikuna og ég veit alltaf framundan cirka 7-8 daga hvernig máli standa, hvað þarf að gera og auðvitað dettur maður stundum út og fer að gera eitthvað annað eða breytir eða bætir sko, alls ekki og það svolítið háðvinnunni en þegar upp í staði þá það heilt yfir, þarf maður að vera skipulagður sem bara gott og ég svona lærði það, ég man, Jói Bjarna var að kenna mér í gagnfræðiskólanum og ég var að fara að keppa og hann sagði mér að skrifa niður á miða hvað ég ætti að læra heima og ég þyrfti að vera búin þarna og eftir það að nota ég pínu svona miðatækni og eins faðir minn, hann skrifaði niður svona niður á miða hvað hann þarf að gera og ég nota það líka og upp frá því fór ég bara alltaf að hafa svona miða og dagbók. Já, svona miða, dagbók, markmið, hvernig setur þið markmið? Það svolítið mismunandi sko. Ég með alveg og var oft með auðvitað fleiri markmið heldur en í dag. En þú veist, maður setur sér bara í rauninni langtíma markmið og svo önnur minni og það ekki nóg að hugsa bara já, ég ætla að ná þessu en þú þarft að taka skrefin til þess að ná þessu. Og ef þú nærð þeim ekki þá þarft að laga eitthvað, þú þarft að endurskoða. Eitthvað annað að hafa áhrif á þetta? Þetta eitthvað getur þú ekki haft áhrif á það, skilurðu? Já. Þannig að þú eiginlega bara svona, maður þarf pínu að setjast niður og hugsa þetta. Og ég ger það og skrifa niður og svona pælari pínu. Setur þið markmið bara fyrir íþróttir eða fyrir fleiri þætti? Nei, alls ekki. Já, bara margt, sko. Og ég ætla ekki að koma inn á það eitthvað sérstaklega en jú, bara lífið sjálft. Já. Og það svona, já, búin að gangi í gegnum smá breytingar á síðustu árum og það þarf alveg að endur sko, bara hver ég? Hvað ætla ég að fá út úr lífinu? Það snýst það, maður þarf að setja svolítið stór markmið þannig að mann leyfir sér að dreyma en þau með ekki vera öll það stóra að maður nái engum þeirra. Nei, þú þarft að ná litlum á leiðinni og það boostið sem þú færð til þess að halda áfram. Algjörlega. Byrjum það, við skuldum smá auglýsingar þannig að við kíkjum yfir í stutthlé og höldum síðan áfram eftir það. Let's go. Við höldum áfram í taktíkinni, hún hjá mér, hún Birna Bald. Birna, núna þetta svolítið í nýju hlutverki, þú sért vissulega stunda íþróttir áfram, já, aðal fókusinn hann kannski hvað á, þú kennari, engaþjálfari, nú ert að gefa af þér. Já, ég náttúrulega var alveg í því starfi líka, þó maður var landsliðsmaður þá þurftur svo sannarlega að vinna, því ég borga allir minna ferði sjálf. Það var alveg þannig, en auðvitað ég kennari í Vafima á Vetnar, engaþjálfari á sumrin á Bjargi og mér finnst ég ekkert verið í vinnunni, sko. Mér finnst það æðislegt, hvað þetta gaman og ég náttúrulega þetta íþrótt að nördast áfram skilur með mínum kunnum og svona þetta bara gleði, þetta mjög gaman og oftast finnst mér ég ekki verið í vinnunni auðvitað suma daga þá hefði ég viljað vera úti að hjóla í golfið sem bara eðlilegt. Já, gott viður úti og hana. Gott viður úti og allt gott viður á Akureyri en já. En nú þú búin að prófa allar þessar íþróttir með þannig íþróttagrunn, já, þegar þú tekur móti þínum kunnum, já, hvað svona mikilvægast í þínum huga? Hvað hefur þú lært sem að þú vilt svona miðla til þeirra sem þú ert með í höndunum? Já, þú veist, auðvitað mín fyrsta spurning bara að hverju þetta leita, hver markmiðin og hvað ætlar að bæta og ég byrði að skrifa það niður og við tökum saman bara ákveðið viðtal fyrir tímana og svo vinnum við bara að því og ég býti ákveð prógram fyrir einstaklingin. Sumir að koma úr endurhæfingu og meðan aðrir bara að byrja og þurfa að sparka í rassinn
og þannig að við vinnum bara svolítið mikið saman og samskiptið er númer 1, 2 og 3 og ég elska þegar kúnin hlýðir mér. Það er að segja líka bara tengt eins og mataræði eða svefn og það er svo margt, þetta er svo mikið sálfræði líka og við vitum það bæði að eins og við tölum áðan að þetta helst allt í hendur. Það er þessi æfing, þú ert í vinnu með fjölskyldu og heimili og ert að borða og sofa og kannski einhver önnur áhugamál og þegar það gengur vel og þeir líður vel þá einhvern veginn funkar að dagur miklu betur og það er rosalega auðvelt að segja þetta að málið er að gera þetta er sérstaklega eins og með mataræðið. Við vitum alveg hvernig við erum að borða og allir sem kom tíminn bara ég veit ég þarf að passa þetta og það er bara ná að gera það. Já. Og skipuleggja sig. Nú talar að það sé langbest þegar að fólk hlustar á þjálfarana sín. Hvernig var þetta þegar þú varst með þína þjálfara? Varst þú duglega að hlusta? Guð, nei. Ég stundum, jú. Ég er samt alveg fengið að heyra það að ég er hálfgerður villköttur. Og þeir segja mér ákveðna hluti og ég á að gera einhver skref eða hreyfingu og gera eitthvað allt annað en ég skil oftast mínu. Oftast segi ég og hef gert það en já, ég hef átt mína rimmur mína þjálfara, skal ég segja þér. Ég er svona ákveðin típa en sko þegar uppi staðið þá einhvern veginn gekk samstarfið alveg vel hjá flestum, ég er búin að vera með þjálfara frá mörgum löndum mismunandi menningu og annað en heilt yfir hef ég haft frábæra þjálfara og í dag þú veist þá auðvitað man ég eftir mörgum góðum þjálfurum og eins og ég sagði með júdóþjálfarann mann Óta, hann á rosalega mikið í mér og ég finn ennþá, ef ég hugsa tilbaka þá finn ég ennþá svona tilfinningu þar sem ég vil gera hann stoltan og ég vil hlusta og ég ætla að gera þetta og ég svona nota það rosalega mikið og reyna að kenna þá mínu kunnum og mínu börnum, ég á 2 stráka sem eru miklir íþróttagaurar og einhvern veginn að reyna að vera þessi fyrirmynd þó maður sé ekkert alltaf á beinubrautinni með allt sukk alveg og ég sef stundum allt og lítið og allt það eins og allir en svona rútínan er meira góð heldur en slæm, myndi ég segja. Er eitthvað svona eftir á sem þú manst, já þjálfarinn var að reyna að segja þetta við mig sem þú fattar ekki kannski fyrir en eftir á? Já, og marga góða minningar sem ég hefði kannski átt að hlusta og fylgja en líka þú veist oft hafði ég alveg eins rétt fyrir mér eins og hann en ekkert út í það farið það er bara svona þegar maður svona frekar kannski þegar maður er svona eldri þá er svolítið erfitt að kenna gömlu hund að sitja myndi ég segja en já, ég hefði getað gert svo margt miklu betur og já og lengi læri sem lifir Já. Algjörlega. Nú þú vinna sem engaþjálfari og þá tekur á móti fólki sem er að fikra sig áfram, er kannski að koma inn í ræktin í fyrsta skiptið eða svona að reyna að finna sig þar. Það skiptir sjálfstraust miklu máli að þú svona vitir svolítið hvað þú átt að gera. Hvernig vinnur þú með sjálfstraust? Já, þú veist, það er náttúrulega bara, kúnnin er rosalega mismunandi og persónan, misjöfn og við erum mörg Þannig maður er alveg svona nokkra tíma að finna hvað þú mátt segja, hvernig þú kemur að fólkinu og vinnur með það og pínu svona hvað það höndlar, hvað maður á að vera strangur. Ég er stundum rosalega ströng meðan ég get ekki nærið að setja saman við næsta kúnna sem kemur eftir Þannig að maður er pínu læra inn á hann og maður gerir það. Þetta er alveg svona persónulega miðla samskipti og eins og sagðan, ég elska þeirri hlýða af því þá eru þau bara, já, það er rétt hjá þér, þetta virkar. En svo er nefnilega eitt að það virkar ekkert endilega á A það sem virkar á B. Nei. Þó maður haldi það í byrjun og maður prófa sig áfram, það er ekkert endilega raunin, og eins með mataræði. Þú getur að vera einu á mataræði meðan hinn getur að vera allt öðru. Þannig að þetta er pínu svona að prófa sig áfram og finna hvað þú fílar og svona velliðin, hvað er hún hjá þér. Finnst þið virka betur þegar að þú sjálf ert þessi fyrirmynd á þessum sviðum, þú ert að leggja fyrir eitthvað ákveðið mataræði, þá vil kunni sjá að þú sért líka dugleg í þínu mataræði og þú sért líka dugleg í þínum æfingum. Hlustar fólk betur þegar að þú hlýðir líka? Já, ég veit það ekki, en jú, auðvitað gera það. Þannig að ég er ekkert endilega að segja mikið hvað ég er að gera,
þau kannski finna pínlítið sjálf hvað þau vilja. En eins og næring, hvernig nálgast þú næringu? Heyrðu, ég nefnilega búin að prófa ýmislegt og mér finnst rosalega gott að prófa það áður en ég fer að mæla með einhverju. En þegar upp staðið, ég búin að prófa að gera prógram fyrir einstaklingin, þau fylgja því ekki, trúðu mér, og ég búin að prófa að láta þau skrifa mér og hvað þau borða og klukkan hvað og það hentar. Og ég kom með þetta svo bara á kvöldin og þau laga þetta daginn eftir. En þegar upp staðið þá hugsa ég yfir daginn að ég þarf að ná að borða prótín, kolvetni og fitu og ekki bara hugsa að ég ætla að borða hollt. Heldur, til dæmis fæ ég mér hafragraut morguninn, þá ætla ég að fá mér eitthvað prótínríkt í millimál og ef að hádegismaturinn kolvetnisrík fæða, þá kvöldmaturinn prótínrík fæða. Og alltaf smá millimál á milli. Þannig ég borða alveg 5-6 sinnum á dag og stundum óþarlega mikið með marga sem halda, en veist að maður á frekar að borða mikið heldur en lítið og flestir eru það að borða of lítið. Og fólk stundum kemur til mín og byrjar að segja ég borða rosalega hollt. Svo sendir það mér matadagbók, en þetta allt saman hollt, en þetta allt saman kolvetni eða allt saman prótín yfir daginn. Þannig að skiptingin, og mér þurfa að fara alltaf meiri í það, svona heilt yfir að hugsa það aðeins hvað ertu búin að borða. Ekki bara þessi hollt, heldur þetta prótín eða kolvetni eða fita. Og þú skuldar þá eitthvað af þessu þegar það kemur að því. Og það er náttúrulega margir að telja makrós í dag sem ég prófaði í COVID og mæli eindreið með og hefur tíma að prófa þetta, að vikta á niði án gríns, kolvetni, þú hefur ákveð mikið af kolvetnum, prótín og fitu til að taka saman og borða yfir daginn og mátt borða þetta hvenær sem það er bara að klára þessa skammta, þess að vínvirkar. Þannig að ég hafði nægan tími í COVID og prófaði þetta og ég svona, ég sá það að ég var að borða svolítið mikla fitu sem alltaf í lagi, ég hreyfi mig eftir því sem bara gott, en það er mitt punkturinn að maður þarf líka að borða eftir því hvernig maður er að hreyfa sig og hvað maður er að gera, maður þarf að finna þetta jafnvægi eins og þú talar en við þurfum náttúrulega í grunninn öll að borða, þannig að það er kannski bara eins gott að við reynum að stúdera þess að læra aðeins betur inn á það. Já, líka bara inn á sjálfvæði, þú getur ekki, ef ég í skrifstofuvinnu og ætla að borða þetta alveg svo Jóna sem íþróttakennari og hjóla alltaf á kvöldi og ert ekki að borða saman hún, þó þið langaði. En notiði hugmynda samt frá hvort öðru og ég segja egg lykilatriði í prótíni. Borða það í millimál og bæta það inn í fæðuna. Þetta er besta prótín, það er ekki hvíta. Ég segi það. Keyptu frekar eggjabakka. Þetta prótínduft. Má segja það. Já. En tengist þetta ekki einmitt að það að vera einkaþjálfari og vera svo kennari? Kennar og þjálfari, þetta eru mjög tengd hugtök. Jú, algjörlega. Þú veist, ert ákveðin leiðbeinandi og það er að einstaklingar að hlusta á því. En eins og Martin Rooney segir, sem er þjálfari og treining, hann kom og var með námskeiðina í fyrra. Hann sagði, við erum öll þjálfarar. Það eru allir þjálfarar eða kennarar. Og það er svo rosalega mikið til í þessu, því að ef þú mætir á æfingu, hópatíma einhvers staðar og þar er Jóna, vinkona sem er ekki þjálfari eða kennara menntuð, hún að tala að henni finnst rosalega gott að borða egg í millimál, þá fyrir þú að gera það. Þannig hún að leiðbeina eða komi hugmynd þar sem mjög gott að nýta sér. Eða bara þegar þú ert að hvetja einhvern eða tala við einhvern, þá ertu að hjálpa. En maður þarf ekkert að vera með menntun til þess að aðstoða, Það er alveg þannig. En auðvitað þetta, og ég kannski alltaf að leita í að vera stjórnandi. Ég pínu stjórnsöm, örugglega, þegar það kemur að því, sem allt í lagi bara, inn á milli. En ég gaman að því þegar ég sé árangur hjá fólki líka. Það að besta. Og þegar ég sé þau ná markmiðum sem alveg saman hverju eru. Algjörlega. Og fólk einhvern veginn, hlustar á mann, sem er gott. Maður getur alveg náð sínu markmiðum í gegnum það að leiðbeina einhverjum öðrum í gegnum það, alveg eins og þegar maður að ná þeim fyrir sig sjálf. Algjörlega, og ég búin að læra rosalega mikið af mínum kunnum og mínum nemendum öll þessi ár sem ég búin að kenna og þjálfa. En maður lærir alltaf eitthvað nýtt og eins bara af mínum þjálfurum
þó að ég kannski fíla ekki þjálfaran heila vetur, að þegar líður á og eitthvað bara, já, vá, þetta var geggjað hjá honum og ég er búin að nota mér þetta núna lengi. Þannig að eftir á kannski lærir maður alltaf líka eitthvað meira. Svona þegar þú horfir tilbaka á allan enn íþróttaferil, já, er eitthvað svona sem þú hefur viljað gera öðruvísi? Nei, þú veist, ég hefði kannski viljað njóta kannski aðeins betur. Ég var alltaf einhvern veginn, sérstaklega í byrjun, rosalega stressuð og ég vildi gera mistök og alltaf svona einblín á, ef ég gerði mistök þá hugsaði það nokkra dag aftur og bak. En þú veist, maður á að gera mistök og þú lærir þeim. Og þú veist, einhvern veginn, ég hafði rosalega gaman á öllu og allar þessar landslýsferði í Jesús sem í Kristur. Það var æðislegt og bara minningin er frábær á öllum þessum ferðum og félagskapinu og vinskapinu sem er búin að kynnast frábær. Þannig að ég hefði ekki viljað gera neitt annað nema kannski einmitt að bara að vera með meira sjálfstraust allan tíma, einhvern veginn. Því að þegar upp í staði þá er þetta bara leikur. Já. Heilt yfir, sko. Og verður svolítið stoltu af þessum árangri? Já. Og einmitt, þú veist, þegar að koma út í það, þá má maður alveg vera stoltur og maður átt að skamma sig fyrir það. Og það er einmitt einn vinur minn að tala alltaf mikið um það núna og bara verður stolt, ef þú finnur fyrir stolti, þú mátt vera stolt. Já, ég er bara mjög stolt. Stolt af árangrinum og minningunum og vinunum og allir því það er það sem þú ert rík eftir á, ekki af peningum eftir svona feril. Algjörlega, nei, ég er búin að nota mikið af peningum og ég segi nota því ég eyti þeim ekki í það, ég nota á í þetta. Já. Og auðvitað hefði ég aldrei getað gert þetta nema ég var frábæra foreldra og strákunir hefði frábæra föður. Þannig að það hjálp alls staðar að og styrki og vann mikið og ég hef alltaf unnið mikið. Mist, eins og ég sagði, hann er ekkert leiðilt að vinna. Þegar maður fær þessa vinnu. Nú tíminn að hlaupa frá okkur, já, næsta hjá þér, það er bara að halda áfram að prófa nýjar greinar og styrkja sig í þeim sem þú ert að prófa. Ég er hjólanámskeið núna, þannig að ég er aðeins að hjóla og svo fyrir við aðeins í golf. Eða ekki? Jú, algjörlega. Og við hvetjum fleiri til þess að gera það líka, bara henda sér í veina. Endilega, bara ef þið langar að prófa, þá skellur þér. Birna, takk hérlega fyrir að koma í settið. Takk sömuleiðis. Og takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Já, í næstu viku mætir Ellert Örn íþróttasálfræðingur hingað til mín í settið. Ekki missa því.